Segðu mér aðeins, ég ætla aðeins að klippa hérna inn í, hérna Don Randi. Já. Þetta góðsögn, lifandi góðsögn í Las Vegas. Já, sko ekki bara í Las Vegas, hann lifandi góðsögn í bandarísku tónlistarlífi. Já. Allir hljóðfæraleikarar í Bandaríkjunum, þeir segja ekki nei þegar Don Randi hringir í þá til að biðja þeim að spila með sér. Don Randi var í hljómsveit sem hét The Wrecking Crew á 7., 7. og 8. áratugnum og hann búinn að spila yfir 3000 hljómplötur og yfir 300 lög sem hann hefur spilað og hafa farið á topp 10 Billboard listans og hann búinn að vinna þarna mönnum og spila inn á flesta hljómplötur, Beach Boys, Phil Spector, Neil Diamond, Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Geir Ólafsson, skilurðu, og þetta náttúrulega, þetta algjörlega magna og það sem líka svo skemmtilegt við þessa tónleika það að þegar hann sest við píanóið og opnar með sinni hljómsveit, svo einhverjum tímapunkti á tónleikunum þá segir hann sögu, til dæmis þegar hann var að vinna með Frank Sinatra, segir sögu þegar hann var til dæmis að vinna með Beach Boys og skilur þannig það svona sögustund þannig og það má heyra saumnótt þetta þegar hann að tala um þessa snillingar sko. Já, dýrmætt kvöldstund. Mjög og þetta og fyrir mér, ég meina hann bara hann eins og dóttir mín, hann bara eins og afi dóttur minnar. Já. Og ég verð að koma á því fram líka svona maður eins og hann sem eins sko búinn að ná þessum árangri sem hljóðfæraleikari. Að þegar hann hér áður fyrir var aðeins yngri þá ákvað hann og konan hans að taka sér börn sem áttu foreldrar sem voru fíklar, tók þau að sér, bjuggu þeim heimili og komið þeim í skóla og óluðu þau upp. Hvað er þetta? Já, þannig að að Don Randi alveg ótrúlega góður maður. Og það hefur verið sannarlega mikill fengur fyrir mig að kynnast honum vegna þess að hann hefur reynst mér alveg svakalega vel og fyrir utan það að hafa gefið mér tækifæri núna í bráðum í 20 ár að fá að vinna með bestu hljóðfæraleikurum í heiminum og það hefur náttúrulega gert mig að vonandi betri músikant en líka vonandi að miklu betri mannesku því að það ekki nóg að vera góður músikant. Þú verður að vera góð manneskja. Það eitt af því sem hann hefur lagt áherslu á og til dæmis eins og þegar við vorum að skoða hvernig vildu gera okkar tónleika þá sagði hann einmitt við mig, heyrðu Geir, nú erum við búin að skoða þessa tónleika, þetta meira meina allt sama fólki, getur ekki reynt að finna fólk sem eru góðir söngvarar, stúlkur og strákar og sem ekki þekktir en þurfa að fá tækifæri. Og við gerum það og það er það sem uppistaðan í þessu tónleikum hjá okkur Svo erum við náttúrulega þeir sem eru reyndari og meiri reynslu, við náttúrulega keyrum sjóið áfram með þessu frábæra fólki. Greinilega góðhjartaður maður hér á ferð. Já, mjög. Já, og leita hefurleiku fólki alltaf gríðarlega mikilvægt. Og gaman líka. Já, og það sem líka svo gaman þegar þú ert að spila með svona góðum músikantum að það verður allt svo eðlilegt. Já, náttúrulegt. Já, þetta verður svo eðlilegt og þeir bakka fólk svo ofboðslega mikið upp. Af því það ekki til í hroki. Já. Hoppum aðeins maður sjá, ég var með nokkra myndir Hérna hópur af flottu fólki. Já. Og svo ertu með leynigesst ef opinberan. Sko, þú ert að tala Herbert Guðmundsson? Já, hann engin leynigestur, sko, hann heiðursgestur á tónleikum. Heiðursgestur? Já, hann ekki leynigestur. Nei, við skulum hafa það á hreinu. Vegna þess að, sko, ég get nefnilega sagt þér eitt, að Herbert Guðmundsson líka einn af þessum mönnum sem gullamanni. Hann það, ég hef hitt hann, kannast við hann. Og mér ákveður að segja, sko, ég tók eftir því að hann hefur átt verið fenginn til að koma fram sem eitthvað svona leyniatriði. Við ákveðum að hafa hann bara sem heiðursgest og auglýsa vel vegna þess að hann á alveg ótrúlega stóran aðdáendahóp og það sem svo skemmtilegt að hann náttúrulega með lögin hans hafa mörg slegið í gegn og hvert einasta mannsbarn á Íslandi kann og lög eins og Hollywood, þú veist hvað gaman fyrir hann að fá alvöru Hollywood band til þess að spila
lögin sín með þessum frábæru hljóðfæraleikurum. Bara æðislegt. Bara æðislegt. Bara, það myndi ég nú segja að væri bara eiginlega draumur að rætast. Já, þeir hvað þeir eru flottir hérna. Já, þakka þér fyrir. Hann er glæsilegur, hann Herbert og svo náttúrulega bara topp söngvari og topp skemmtikraftur. Hann er frábær og ég hlakka mikið til að fá þessa frábæru hljóðfæraleikara til þess að spila lögin þess að því að það verður bara ekki mikið betra, ég get alveg lofað því. Nei, svo er bara Hebbi líka svo flottu performer og ég hef verið í litlum samtæmum þar sem hann hefur komið og fólk hefur bara setið og einhvern veginn, það er ekkert verið að gerast. Svo birtist hann og það bara kemur með hann rosalega sterk ára af bara gleði og fjöri. Já, hann er ótrúlega, hann er bara svo hæfileikaríkur. Hann er það. Og það er svo gaman, hæfileikaríkur söngvari svo hann, skemmtikraftur, skiptir engu máli þó hann sé skemmtilega fyrir 1 eða 1000, það er sami hluturinn, það er sami Herbert Guðmundsson. Hann er það. Já. Þeir eru ein hrikalega flott myndaði hérna. Já, þakka þér fyrir. Já, í hvíta jakkan. Já, þetta er ekki hvítur jakki, þetta er hvítur leðurjakki. Þetta er hvítur leðurjakki? Já. Já, við skulum hafa það hérna. Já. Og hann fór nú fyrir brjóstið á sumum, en mér var alveg sama. Mér langaði bara að gera eitthvað öðruvísi. Það er bara alltaf flott að vera í hvítum fötum. Já. Það er hvítum gallabuxum, hvítum jakkafötum, hvítum leðurjakka. Málið það að ég var í svörtum smókingbuxum. Já, við? Já. Og gekk það ekki? Jú, það gekk allt saman. Þú púlar allt. Já, þetta var bara mjög fínt en það fór fyrir brjóstið á sumum. En þá allan hefur fólk eitthvað að tala um. Nei, en aðalatriðið að skemmtunin sem slík og músíkin og þetta, að það skilir sér til fólksins.